Góðan daginn. Hvað áttu að drekka? Það er góða veðrið. Já. Hvað áttu að drekka? Þú lítið þá flottum bíl. Hann er ágætur. Hvað borgaðu fyrir hann? Ha? Hvað borgaðu fyrir hann? Þetta er 85 módel eða ekki? 84. Hvað áttu að drekka hér? Hvað borgaðu fyrir hann? Ég sé ekki að það komið þér neitt við. Ég ætlaði bara að fá þér gósdrykk eða eitthvað. Heyrðu, ég get selt þér traktor. Traktor? Já. Að drekka? Nei, að keyra bara. Og ég hef ekkert að gera við traktor. Ég ætlaði bara að fá hjá þér gósdrykk eða eitthvað. Fjölskyldan er að skrælna út í bíl. Fjölskylda mín er nú ofta skrælna, ég hef samt full not fyrir traktor. Ha? Þú sagðist ekki hafa hann í not fyrir traktor að því að fjölskylda þín væri að skrælna út í bíl. Fyrir ekki, ég bara kem ekki Sko, ég kem hingað inn í þessa þjóðvegasjoppu. Við erum búin að vera akandi í allan dag, 6 sýslur á einum degi, sæmilegt það, og við erum að skrælna. Ég hef ekkert við traktor að gera. Sko, hvað gerur þetta? Gerði ég hvað? Þú vorst að tengja traktorsegn við þorsta fjölskylduna. Áttu eitthvað að drekka? Ég get ekki komið auðvitað það hvort að þú eigir traktor komið í veg fyrir Áttu eitthvað að drekka? að þú getur breytt fjölskylduðinni. Talandi traktor í sömu Áttu eitthvað að drekka? Heyrðu, þú ert eins og reisbrúk grammafónplata. Nei, ég á ekkert að drekka. Ha? Ég á ekkert að drekka, getur ekki komið inn í húsinu með þér? Sko, ég er hér á leiðinni í Norðurland og ég vil fá eitthvað að drekka. Já, landa. Ha? Já, landa. Landa? Já, landa, íslenskur heimilisinaður. Heldur þú að ég ætla að fara að hella landa ofan í börnin mín og konuna við Þorsta? Það veit ég ekkert, ég þekki því ekkert. Það er alls konar fólk til. Maður er nú lesið svona fólk eins og þig í blöðunum. Alltaf drekka til landa. Bítu, mig? Já. Og Guðrúnu? Já. Alltaf drekkandi landa? Bambandi landa í tíma og ótíma. Hörðu, ég þarf ekki að þess að halda. Ég skal segja það svolítið, Pabbi minn átti einu sinni bíl, hann var ekki ríkur maður. Tókst samt að kaupa sér landróður einhvern tíma og á sunnudögum var farið í bíltúr. Og þá meina ég bíltúr. Pappa fannst gaman að keyra. Við fórum allt. En samt fórum við eiginlega aldrei neitt. Ég man einu sinni í svona bíltúr, sunnudagsbíltúr, segir pabbi. 6 sýslur á einum degi, sæmilegt það. Ég man við bræðurnir vorum aftur í þessum landróður alveg að skrælna. Komum með lag af þjóðvegaríki innan á vélinda alveg niður í maga. Við höfum drepið mann til að fá eitthvað að drekka. Og fyrir þrábeiðni móður minnar fæst gamli maðurinn til að stoppa við einhverja svona þjóðvegasjoppu til að kaupa einhvað handa krakkaræflónum. Hvað er hann hafi keypt? Ég get ekki vita það. Steinbíl, hertan steinbíl. Við vorum að drepast úr þorstaðna aftur í þessum landróður jeppa eftir að hafa hossast í gegnum 6 sýslur í rykmekki og steikjandi sól og pabbi keypti harðfisk handa okkur. Hertan steinbíl. Svo þú skalt ekki vera með neitt kjaft við mig, vinnur. Þú ert hér að tala við mann sem var gefinn hertur steinbítur í bernsku þegar hann var þýstur. Ég á hertan steinbíl. Viltu þetta steinbíl? Áttu ekki vatn? Hér hefur aldrei verið vatn. Hvað er þessum krana hana? Þessum? Landi. Landi. Já. En í hinum? Já, það er heitur landi. Heitur landi? Já. Hvað á ég að gera við þig? Kaupta mér steinbíl. Nú drep ég þig. Þú og hvaða fótbolta? Nú drep ég þig. Heyrðu, heldur þú fáir að drekka út úr því? Já, ég held það. Hérna! Heyrðu, klikkaður, slepptu mig maður. Hvað er að gera? Hvað er að gera með hann hný? Nú opna ég á þér. Ekki buna í og nú drek ég það. Halló, Hafnarfjörður, hvað er hér í gangi? Hvað eru þið orðnir snar vittlausir? Hvað? Eru þið að láta mannin opna honum æð og drekka úr honum blóðið? Já, eiginlega. Akkur gáttu þið ekki bara látið að vera hommast? Bara, hún hefði búin að gera það svo oft. Svo hann náttúrulega ekki fengið neitt að drekka út úr því? Eða, jú, hann hefði náttúrulega getað fengið einhvern. Nei, Davíð, það er ógætt. Já, fyrirgefðu. Strákar, þetta bara gengur ekki svona, sko. Það sem að þið voruð að gera hérna áður, það var ágætt með. Þá hefðu þið endað svona sketsa á því að láta þá fara að hommast. Já. Það er bara fallegt og heilbrigt að fullorðnir karlmenn njóti lífsins. En þetta, ég meina, þetta er svo kolsík að það hálfa væri nóg.